Grindvíkingurinn Guðmundur Vignir Helgason doktor í krabbameinsrannsóknarfræðum. Hann var liðtækur í knattspyrnu og lék 100 leiki með Grindavík í efstu deild þegar hann var yngri. Sigurbjörn Daði Dagbjörnsson hitti kappann. Guðmundur Vignir Helgason fæddur og uppalinn Grindvíkingur. Gekk í grunnskólan þar og eftir millilendingar á námsbrautinni í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Háskóla Íslands þá endaði hann í doktorsnámi við Háskólann í Glasgow. Skólagangan var langt í frá samfelld og þó hann nam í skóla lífsins inn á milli. Vignir byrjaði ungur að iðka íþróttir, valdi fljótlega fótboltann og fór sömuleiðis yfir íþróttaferilinn. Eftir FS þá kom svona smá millibil hjá mér sko. Ég fór ekki strax í háskólan, ég fór til Bandaríkjanna í 1 ár að spila fótbolta. Eða var þar rauninni ekki í 1 ár, en spilaði 1 svona tímabil þar í Auburn University. Og síðan kom ég nú heim áður en að skólanum lauk, þannig að ég ákvað frekar að koma heim í skóla. Stemdi þá svona á háskólan en tók nú held ég 1 ár í að vinna hérna í Stakkavík hjá frændum mínum. Og varst líka að kenna, það ekki? Og síðan kenndi ég 1 ár. Í rauninni tók að mér hérna 1 bekk Inn í grunnskóla Grindavíkur og kendi þar 12 ára krökkum, 5 af. Og fannst það frábærlega gaman sko. En síðan 3 árum held ég eftir hef ég lokið. Já, 3 árum eftir stúdent þá ferði í Háskóla Íslands. Þá fór ég í Háskóla Íslands. Og ert að læra líffræði þar, ekki rétt? Já, þar fór ég í líffræði. Þannig ég að spila fótbolta með Grindavík á fullum krafti. Sem bara gott lið á íslenska mælikvarða í úrvalsdeild. Hvað áttu marga leiki? Ég á 100 leiki, held ég, eitthvað rétt rúmlega 100 leiki í úrvalsdeild. Einhver mörk? Einhver mörk, ekki rosalega mörk, skoraði mikið á æfingum. En þú varst nú meiri svona varnar. En ég var nú meira að þjösnast þetta á miðunni og í vörninni. Hvaða viðurnefni fékkst á þig? Ég man það ekki. Stakkavíkur slátrarinn? Stakkavíkur slátrarinn. Segja sumir, en maður var nú samt sem maður alltaf fer. Já. Harður. Og ert að æfa og spila alveg þar til þú ferð síðan út, eða hvað? Síðan, ef ég man það rétt, sko, þá árið sem ég ákveð að fara út í nám, það season, þá hætti ég. Árið áður en ég fór út vegna þess að mér langaði líka svona aðeins kannski að upplifa sumar á Íslandi á þess að vera í fótbolta og ég var farin að vera svolítið við meiðsli og annað slíkt. Og þetta nú hið fræga Lee Sharp ár. Já, og þar var þá ákveðið að reyna að fá eitthvað í staðinn fyrir mig. og þá kom Lee Sharp. Vorum náttúrulega mjög líki leikmenn, nema hvað hann var öðrufættur kannski. Vignir vann í 3 ár hjá Íslenskri erfðagreiningu, áður en hann hélt í doktorsnámið og útskrifaðist úr því 4 mánuðum seinna sem doktor í krabbameinsrannsóknarfræðum. Planið hafði verið að halda heimáleið en örlögin höfðu gripið í taumana í náminu. Hann kynntist ítalskri konu og hafa þau komið sér vel fyrir á besta stað í Glasgow ásamt 2 börnum sínum. Í Glasgow voru líka atvinnumöguleikarnir mestir. Vignir fór yfir fyrstu skrefin eftir doktorsnámið og fræddi okkur líka hvar við erum stödd í baráttunni við krabbann. Eftir námið þá réði mig þar í aðra stöðu innan háskólans. Og þar fór ég að fókusera meira á svona hvítblæðisrannsóknir. Og ég var á þeirri stofnun sem heitir Paul O'Gorman Leukemia Research Center sem var í Glasgow en á aðeins öðrum stað. Og ég var þar í cirka 6 ár, 5 eða 6 ár. Og í kjölfarið á því þá var ég, fannst þetta í rauninni bara meira og meira spennandi. Og sæki þá rannsóknarstyrk í mínu eigin nafni og
og fékk hann. En byrju, þessi fyrstu 6 ár, þar ertu bara venjulegur starfsmaður á plani, má segja þetta ekki? Já. En svo hefur framgangurinn verið mikill og stöðugur síðan þá, eða ekki? Jú, rauninni sko eftir doktorsnám þá fer fólki í svona stöðu sem kallast postdoc, sem bara rannsóknar vinna inn og rannsóknar labba. Já. Það sem að maður er rauninni að halda áfram að svona þróast sem rannsóknarmaður og síðan fær maður sinn eigin styrk og reynir og síðan fekk ég styrki og set rauninni stofna minn eigin rannsóknarhóp 2013 og það hefur bara gengið mjög vel síðan og ég hef fengið styrki og hópurinn hefur stækkað og við erum núna, það eru 2 að byrja hjá mér núna í janúar, þannig að þá held ég að við verðum orðin 12 sem náttúrulega bara mjög skemmtilegt sko. Já, auðvitað sko, ef við náttúrulega horfum bara endalaust fram í tímann, þá verður það eru alltaf framfarir. Já. En þetta gerist náttúrulega ekki einni nóttu og það gerist mishratt eftir hvaða krabbameinstegundur vera að ræða sko. Já. En ég meina það ómögulegt að segja hvenar og það kannski ekki endilega markmiðið heldur markmiðið núna að reyna að koma með alltaf svona pínulitla framfarir og bætingu og þannig að rauninni krabbameins að það sé ekki bara dauðadómur sko, eins og var fyrir mjög mörgum árum. Þannig að það eru alltaf framfarir og það svona stefnan að kannski 50% af þeim sem greinast með krabbamein geti allavega lifað í 10 ár hérna svona næstu skref sko. En þetta verður kannski aldrei ein tabla sem getur læknað öll krabbamein. En þannig að þetta verður kannski frekar skoðað svolítið eins og margir mismunandi sjúkdómar annars slíkt. En þegar vísindasamfélagið fær nægilegt fjármagn, þá hann hægt að gera ótrúlega hluti sko. En eins og sé þetta tekur bara allt tíma. Vignir hefur stýrt sínum eigin hópi undanfarin ár og náð mjög góðum árangri. Vann meðal annars með krabbameinslæknum að klínískri rannsókn þar sem ný lyfjablanda var prófuð á sjúklingum. Þrátt fyrir að fyrri rannsóknir hafi skilað mjög góðum árangri í að halda viðkomandi krabbameini niðri, þá duga þau lyf ekki til að yfirbuga það alveg. Verkefnið á næstunni því að þróa lyf sem mun ná fullnaða sigri. Vignir mjög ánægður með vegferð sína til þessa og hvetur alla þá sem hafa áhuga á doktorsnámi að hafa samband við sig. Alveg hikstalaust sérstaklega ef fólk getur fengið fullan styrk. Þannig að ég fæ styrk fyrir öllu sko. Þannig að ég þarf ekkert að borga neitt fyrir mitt doktorsnám. Þannig ég fekk, og það eru svona lágmarkslaun við þetta líka þannig að maður getur lifað sko. Þannig að ég þurfti rauninni ekki taka námslán fyrir doktorsnáminu. Og það náttúrulega markmiðið allar sem að sækja doktorsnám að geta fengið svoleiðis styrkt nám sko. En þegar ég að fara í þetta þá vissi ég ekkert út í hvað ég var að fara sko. Og fekk bara hjálp frá góðu fólki sem var að vinna með mér á Íslenska erfðagreiningu við að undirbúa umsóknina og annað slíkt sko. Já. Og er það eitthvað sem þú væri tilbúin ef einhverjir Íslendingar? Og ef einhverjir eru áhugasamir að sækja í doktorsnám út í Breitlandi eða út í Glasgow, þá endilega bara hafið þið samband og ég get kannski aðstoða við það eða allavega beint þeim á háskóla við hæfi eða þú til að vera Íslendingum innan handar með það. Alveg klárlega. Og það hægt að finna þig á öllum helstu samfélagsmiðlum. Það hægt að finna mig bara innan háskólans í Glasgow sko. Já.